Sælblessuð, verið velkomin í annan þátt af Ruðningskastinu. Í dag ætlum við að fara yfir draftið, mockdraftið og já, þannig hérna byggar. Íslandsmeistara baby. Yes, við vindum okkur í þetta. Yes. Ok, ég var að byrja að fara yfir mockið. Við farið yfir dagskrána kannski fyrst. Já, við getum gert það. Ok, við ætlum að semst að fara yfir mockdraftið sem við gerum í seinasta þætti. Hverja við fengum rétt og hverja við fengum rangt. Síðan ætlum við að fara yfir winners and losers í draftinu. Við ætlum að fara yfir uppáhalds pick í draftinu. Stíluða draft, versta pickið og síðan eru nokkrar auka hluti sem við munum líka að fara yfir. Förum aðeins yfir situationi hjá Shedeur Sanders. Já, eða bara Browns almennt. Já, og svona eitthvað skemmtilegt. Já, þannig vindum okkur bara í þetta. Ef við ekki að byrja á kannski að segja að við unnum Við komum, við sáum og sigruðum í gær. Við henni Viti Vici og við rústuðum þessu leik 54-12. Úrslitaleikurinn fórum 7-1 á tímabilinu og eru núna Íslandsmeistarar á fyrsta tímabilinu okkar. Og já, getið tjekkað á þessu á Instagraminu eða TikTok, Jötnar, Facebook líka og svo ef þið viljið horfa á leikinn þá kemur hann inn á YouTube bráðum. Já, við erum með mjög hæfileika líka leikmenn sem er mjög gaman að horfa á sko. Ég held að ef þið viljið tjekka þessu á YouTube þá er það undir Icelandic Youth Football. Já, eitthvað þannig. Þið leitið bara að þessu, þið finnið þetta. Yes. Leitið bara Jötnar á YouTube og þetta að finna það. Ok, byrjum á mockdraftinu. Annað pick draftsins fór í algjört rugl og fokkaði upp öllu fyrir okkur. Já, en við talaðum það samt með þessi. Það var réttu stað bara í randlið. Fyrstu 7, 1 upp í 7. Cam Ward til Titans, Travis Hunter til, við vorum reynda með Browns þarna og tjóðilegum ekki trade. Abdul Carter til Giants, Will Campbell til Patriots, Mason Graham nr. 5. Ashton Jeanty til Vegas, nr. 6 og Armand Membu, nr. 7 til Jets var allt rétt hjá okkur. Sko, við vorum ekki að horfa þetta saman en eftir svona fyrstu 4 þá var ég bara svona ok, núna hlýtur... Þú sendir bara eftir hvert einasta. Ok, eftir fyrstu 3 þá sagði ég, núna hlýtur þetta að fara í eitthvað aðra átt. Bara þetta hlýtur að fokast upp hjá okkur. Svo bara kom næsta pick og næsta og næsta og næsta og það var allt rétt hjá okkur. Og síðan Leo Jalen Walker kom þá fokkaðist allt upp hjá okkur. Þá fengum við 1 rétt hjá Bengals, Shamar Stewart, en síðan var öll restin röng. Þannig við vorum með 8 af 32 pickum rétt. Mér finnst það samt ekki það slæmt sko. Það er ekki það slæmt sko, það er alveg 1 af, eða þú veist, 25% sko. Já. Það er svo erfitt að það er ómögulegt að ná þessu rétt, svona miklu rétt. Þannig að 8 er bara mjög gott finnst mér sko. Það er það sko. Hvað finnst þér Ravens draftið? Sáttur? Ég er mjög sáttur með draftið á Ravens, já. Já, ég líka. Ég er mjög sáttur með Steelers. Herri, förum í winners og losers. Vilt þú ekki byrja? Jú, maður sjá. Ég er með þetta hérna. Sko, ég er með nokkuð lið í winners. Það er ekki að byrja á winners bara. Ég er með Ravens fyrsta lagi, það er liðið mitt. Ég kannski ætla ekki að vera of mikið að fara út í eitthvað nörda dæmi hjá Ravens, en ég ætla að taka bara aðalpikkin. Það er náttúrulega Malachi Starks safety hjá okkur, fyrsta pick, númer 27 ef ég man rétt. Bara besti safetyin á borðinu, Ravens eru þekktir fyrir að snæpa gauðra sem að falla niður sem eru ógeðslega góðir. Við vorum búin að mokka honum hvenar? Til Vikings. 24, já. Og svo næsta pick hjá Ravens í round 2 er Mike Green sem er arguably bara stærsta stíli í draftinu. Við mokkum honum 16 til Cardinals. Og við náðum í late second round þannig að það finnst mér mjög gott. Og svo fengum við góðan tackle í 3. round sem var hinum megin við línuna á LSU og móti gæðinum sem fór til Patriots. Hvað heitir hann aftur? Will Campbell. Will Campbell, akkurat. Og hann átti mjög gott season í sérstaklega hitti fínt í fyrra, þannig að Já, ég veit ekki fara að klára Ravens. Já, og einn viðbót, svo er ég mjög sáttur með
tókum kicker þarna í lokin. Þeir eru búin að losna við Pítóinn. Hann er ekki Pító. Hann er bara nutt konuperri. En ég er ekki ég er alveg sammála að Tucker virkar eins og algjör fáviti allavega samkvæmt ef þetta er rétt. Ég er ekki að hvernig segir maður það? Vendan, akkurat. Herrum, fyrir mín næstu winners. Já, vilt þú Ég get alveg farið. Ég ætla að segja bara uppáhalds draftklassum mitt fyrir utan náttúrulega Steelers. Held ég veit hvað þetta fara, sko. Seahawks. Yep. Þeir voru með ógeðslega gott draft að mínu mati. Þeir voru með mann sem ég er bara mest spenntur yfir að horfa á af öllum rookie-unum sem er mjög skrítið til hann er sóknarlínumaður og það er Grey Sable. Síðan voru þið með, ég er með það líka. Ert þú með draftið? Ok, lestu upp fyrir okkur. Í second round tók við Nick Emenwari, algjör stíl. Safety frá South Carolina. Yep. Svo tók við tight end Elijah Arroyo, ég kann ekki að segja þetta. Sem var ógeðslega góður hjá Oregon. Nei, hann er hjá Miami. Já, Miami meina ég. Og svo Jalen Milroe er arguably með hæsta upside-ið af þessum QB-um. Sem að ég elska út því að þeir eru með Sam Darnold og hann getur bara fengið sinn tíma sem hann þarf á að halda. Til að developa bara. Já, ég held að sem Anthony Richardson svolítið þurfti. Já, þú veist, þetta gæti verið bara besta síðan draftið fullback í 5. rándi. Það virðist vera mjög óvinsælt pick en ég er alveg fullback. Er það þessi Riley Mills? Nei, það er Robbie Austs frá Alabama. Hann er skráður sem tight end en hann er fullback aðalega. En svo Torrey Horton fór til þeirra líka, wide receiver frá Colorado State, hann er mjög góður. Já, síðan tók við með seinasta pickinu sínu mann frá UNLV og ég er smá UNLV aðdáandi þannig ég fílaði það. Og svo er líka talað að þeir tóku Damien Martinez sem running back í 7. ferð og það er talað að hann sé mjög góður. Hann er mjög stór og svona burly gæi sem er erfitt að ná niður. Ég held að hann sé ekki stórsvipað Cam Scaraboo. Já. Ok, má ég taka næsta? Takk þú næsta. Svo er annar vinnur hjá mér er Eagles. Yep. Þeir eru alltaf vinnur. Ég er líka með það. Þeir bara það eru sum lið sem að drafta bara alltaf vel. Það er Eagles, Ravens, Steelers, Seahawks, low-key. Ég veit ekki spoila neinu en Eagles eru með uppáhaldspickið mitt. Já. Sko, Jihad Campbell nr. 31 er náttúrulega geðveikt. Og Andrew Mukbuka er bara top class safety sem er náðu í late second round. Bara seinasta pickið í second round held ég. Hann er skrimsli sko. Svo Ty Robinson, D-tackle í 4. Hann á að vera mjög góður frá Nebraska. Eagles fá alltaf einhver góð draftklass sko. Já. Þetta er bara gott organisation. Má ég fara í næsta? Já, ég veit ekki fleiri. Ég er bara með eitt viðbót og ég er að fara niður sama veg og þú og það eru my Pittsburgh Steelers. Má ekki fokast upp hérna. Þeir voru með, þetta vera með nöfnin alveg rétt. Í 1. rándi tókum við Derek Harmon sem er mjög góður D-tackle frá Oregon. Tala hann svona eins og svipaðan eins og Cam Hayward hjá okkur. Ég held að vera mjög gott fyrir hann að læra akkurat af Cam Hayward. Mjög sorgleg saga samt með Derek Harmon. Já, ég heyrði það. Hann fór sko beint frá draftinu til mömmu sinnar sem var upp á spítala og hún dó bara nokkrum klukkutímum seinna eftir að fá að heyra svona en að draftaði sko. Alla fekk að heyra það er gott. En rest in peace. Því miður. Síðan við vorum sem sagt ekki með second round pick og við treytum því fyrir DK. Síðan vorum við með Caleb Johnson í 3. rándi sem ég er ógeðslega spenntur að sjá. Sem er svona svipað týpa og Le'Veon Bell. Hann er stór, hraður og rosalega svona þolinmóður. Já, patient runner sko. Síðan vorum við með, þú veist ég nenni ekki að tala alla. Mér langar að tala um Will Howard sem við náðum í 7. rándi. Hann var mokkaður í 3., 4. rándi. Ég sátti með það bara sem backup og mögulega verður hann eitthvað meira að við sjáum til. En það er augljóst að við erum að fara að fá A-Rod eða einhvern QB í næsta ári. Mér finnst
Sko ég fíla ekki þetta Will Howard pick. Jú, þetta gott pick á þessum tíma, hann fer seint, en ég held að Will Howard sé frekar lélur, en það allt annað. Við sjáum til. Hörru, ég með einn í viðbót. Ok. Þetta kemur þér örugglega svolítið óvart, því að þú getur jafnvel verið með þá í sko Ég veit hvað þú varst að segja sko. Í losers side. En ég er með Browns sem vinner. Ég er með það sem vinner. Sko, ef við horfum á bara öll nöfnin sem við drafta, þeir taka Mason Graham, bara besti D-tackleinn í draftinu, taka Carson Schwarzenegger, mjög góður linebacker á þessum tímapunkti, fyrsta pick á second round, Quinshon Judkins, Ohio State running back, Harold Fannin Jr., mjög góður tight end sem kemur frá Bowling Green, litlum skóla, Dylan Gabriel, skrítið pick, ég skal ekki fara að venda það eitthvað, Dylan Sampson í 4. umferð, bara mjög fít running back, og svo fá þeir Shedeur Sanders í 5. umferð. Ef við horfum bara á nöfnin, þá þetta gott draft. En það sem lætur fólk segja að þetta sé slæmt draft að þeir treytu Þeir voru með heimskulegasta pick í öllu draftinu. Og þeir treytu, sem sem sagt Dylan Gabriel, fyrst það ekki, jú. Og svo skrítið að þeir hafi treytað frá second overall og sleppa að taka Travis Hunter. Sem var mögulega mest hæfileikaríkasti leikmann í draftinu. Akkurat, þannig að... Og basically bara 2 leikmenn í einu. Já, en þú veist, ef við horfum bara á allir sinna þá finnst mér þeir vera winners og þeir fá líka alveg fín picks fyrir þetta Travis Hunter trade. Já. Þannig að... Ég ætla þá að fara yfir í losers hjá mér. Já. Það Browns. Mér fannst þetta bara með Dylan Gabriel í 3. roundinu líka af öllu. Ef þetta væri annað 5. eða 7. round pick, whatever. Já. Þeir eru með 5 QBs núna. Já, sko það. Allir eru bara backups eiginlega. Já. Og þeir eru bara að segja, fuck it, einn hlýtur að vera góður. Sko, það sem ég held að gera hér að það hefur eitthvað gæst með Shedeur Sanders, þannig að enginn tók hann. Og þeir taka Dylan Gabriel í 3. og svo sjá þeir ennþá að Shedeur Sanders ennþá laus í 5. og þá hugsa þeir, við verðum að taka hann. Hann hlýtur að, það sjans að hann geti eitthvað, skilur við? Já. Þannig að, þú ert að fá Shedeur Sanders í 5. umferð, það gott. Mér finnst hann var rankaður, first round, maybe second round. Þú veist að ég fíla alveg Shedeur. Þú ert að fá hann í 5. umferð. Ég veit það, ég heldur ekki að kvarta yfir honum. Það gott. Ég vildi fá Shedeur til Steelers, en mér finnst það svo heimskulegt að eyða 3rd round picki í Dylan Gabriel í staðinn fyrir bara... Það skiptir ekki máli núna. Þeir eru með Shedeur. Dylan Gabriel þá kannski, ef hann gerir eitthvað, þá getur hann verið treytaður og fengið eitthvað annað fyrir hann. Já, ég ekki alveg sammála. En það bara þannig. Förum í uppáhaldspick. Ég með smá í losers líka. Já, þú átt eftir að fara yfir losers. Ég alveg með ég með 3 en ég veit ekki hvort ég fari yfir alla Ég ætla að fara snöggt yfir það bara. Ég er með Bengals. Mér finnst enginn vera eitthvað rosalega mikill loser í þessu drafti. Nei. Það voru eiginlega öll liðin sem pikkuðu bara frekar vel. Það var svo jafnt draft. Ef ég ætti að velja einhvern, þá það Bengals til dæmis. Ég fíla ekki Jamar Stewart sem þeir völdu Hann er fínt prospect, en númer 17 í fyrsta umferð, ég veit ekki með það. Ég líka bara frá því að horfa á drafti, hann virtist vera með svo svakalegt ego og svo mikill hroki í honum. Já, ok, ég reynda að vissi það ekki. Eða ég veit ekkert það er bara að leita hann út. Nei, og svo restin af þessum picks á Bengals, ég ekki expert, ég veit ekki flesta af þessum gaurum sem þau pikka, en það sem ég búinn að heyra að þeir eru ekki þeir reachuðu svolítið í að taka needs sem svo ekkert endilega eitthvað mjög góði gæjar, skilurðu. Svo var ég líka með Packers út af því að þeir vantar vörn og þeir taka
fyrstu umferð Matthew Golden, ok, allt í lagi. Ég ekkert að, minnst það fínt pick. Og svo annari og þriðju umferð taka offensive tackle og svo annan receiver. Já. Þeir vantar vörn. Það fyrsti varnarmaður sem við taka 4th round, edge frá Texas og þú veist, þá ertu komin í miklu minna quality heldur en að þú myndir taka edge í 2nd eða 3rd eða einhver corner jafnvel, þeir vantar corner, skilurðu. Þannig að mér finnst þeir hafa svolítið ignorað needsin sín. En já, ég held reyndar að Matthew Golden verði bara besti receiverinn úr þessu drafti, sko. Ég segi, Matthew Golden fínt pick. Mér finnst alltaf lagi að taka hann hérna í fyrstu umferð, en allavega 2 og 3 að taka kannski eitthvað varnarmann. Má líka kannski minnast á Detroit Lions. Með slæmt draft. Með slæmt draft. Já. Hvað tóku þér aftur? Tyreek Williams, eða ekki? Tyreek Williams, sem var, þú veist, D-tackle nummer 4 eða eitthvað í draftinu. Síðan þeir með Tate Ratledge, offensive guard frá Georgia, Isaac Tesla. Hann þetta ágætur receiver, held ég. Aha. Já, ég held ég. Síðan kannast ég ekki við restan af nöfnunum, sko. En? Ég er með eitt líka í viðbót sem eru losers og það eiginlega Vikings. Þeir taka Donovan Jackson númer 24. Þú veist, það offensive guard. Þú veist, jú, þeim vantar linemen, sóknarlínumann, en taka hann þarna finnst mér svolítið reach. Taka líka receiver í 3. raundi. Já, sem já, second pickið þeirra, Ty Felton þetta fínn gaur. Ég fíla samt með Jordan Harrison og Jay Jarvis. Já, ég fíla Ty Felton sko, mjög mikið. En hann samt svona 4th round, 5th round gaur og einmitt, ég veit ekki með að taka þá, eyða þessu picki í receiver einmitt þegar þeir eru með Jarvis og Jordan Harrison. Já. Ég náttúrulega fíla Jordan Harrison mjög mikið. Já. Held að vera mjög góður, en ef við fara í stílaða draft. Já, eru að taka það fyrst? Já, nei, uppáhaldspick meina ég. Ég er með, þú veist, svona 10 leikmenn eða eitthvað. Aha, ég er með 2. Ok, ég skal byrja. Sko, ég sagði þetta áðan... Hefði byrjað ég greið með henni minna. Nei? Ég sagði þetta áðan, eitt af uppáhaldspickunum mínum. Nick Emenwari, númer 35, second round pick til Seahawks. Þetta bara hard-hitting safety sem með mjög góð ballskills og leist leikið vel og bara, þú veist, bara stíla að fá hann svona seint. Já. Vilt þú taka kannski þína tvo svo ég... Þeir vilja kannski losna við the white boy. Já, bara fá competition í þetta. Já, en... Já, ég ætla að... Nei, sagði ég Eagles? Seahawks. Ó, var þetta Seahawks? Sagði ég Eagles, ég held að ég hef sagt Eagles. Ég meina Seahawks. Við mokkuðum hann til Eagles. Já. Ok, uppáhaldspickið mitt bara overall var Caleb Johnson, running back til Pittsburgh í 3. roundinu. Ég var líka með hann hjá mér, sko. Já, þetta gæði sem að sumir hafa sagt að gæti verið besti running backinn í draftinu. Ég fílaði meira heldur báða Ohio State gauruna. Þú veist, það eiginlega bara, sko... Hann top 5 fyrir mér, hann top 3 fyrir mér. Fyrir mér Genty og Marion Hampton og svo eru þessi 3 báðir Ohio running backarnir og Caleb Johnson bara á sama staði eiginlega. Já. Og þú veist, fá þennan gæja í 3. roundinu ógeðslega spenntur að sjá það. Þetta stíl hjá okkur samlað því, sko. Má ég ekki bara klára mína? Jú, ég skal fara yfir. Síðan annað pick draftsins sem ég var að hringja í Bjart út af á 2 mínútna fresti í draftinu. Alltaf þegar Steelers voru að fara að drafta, það var Shedeur Sanders í 5. roundinu. Ekki út af því að hann fór til, eða þú veist, ekki fyrir Browns, heldur að fá bara þetta value í 5. roundinu svakalegt. Það ógeðslega gott. Já, uppáhaldspick. Ég tók líka, ég setti Travis Hunter þarna. Mér finnst það svolítið skemmtilegt því að mér finnst ógeðslega skemmtilegt að Jags hafi tekið hann. Því að ég held að hann blómstri miklu meira hjá þeim heldur en hjá Browns. Ég líka. Svo Luther Burden, 39 overall, second round pick fyrir Bears. Ógeðslega gott pick hjá Bears. Hann alveg top 5
eða top 3 eiginlega receiver fyrir mér í þessu drafti. Svo ég með Malachi Starks, Ravens, það ekki að segja mitt meira. Við munum alltaf vera smá biased gagnvart okkar liðum sko, en þú veist, þetta bara ógeðslega vel gert hjá þeim að paira upp Malachi Starks og Kyle Hamilton og fá þessa vörn. Heyrðu, býtu, má ég segja þér eitt? Með pickið á Shadur. Já. Manstu þegar það var prank-callan? Já. Veistu hvernig þeir fengu símanúmer hans? Var þetta ekki sonur GM hjá Falcons? Nei, þetta er sonur defensive coordinator hjá Falcons. Já, mitt. Það er svakalegt. Shit, sko. En ok, svo ég með Jihad Campbell, 31 overall til Eagles. Eagles að fá stíl þarna svona seint í fyrstu umferð. Þetta er besti linebackerinn í þessum drafti. Ég vil bara segja gott með uppáhaldspikkin og fara í stílinn út, því að þú veist að minnast svolítið mikið á stílinn sko. Hvað ertu með mörg stíl? Ég er bara með 2. Segð þú stílinn þín, svo skal ég klára bara allt. Þú veist, þetta er eiginlega bæði sömu flokkarnir fyrir mér sko. Já, þetta er svona svipað. En stílaða draft fyrir mér er Jihad Campbell til Eagles, númer 31, er það ekki? Og síðan var Will Johnson til Cardinals, er það ekki, í second round? Jú, hann fór 47 overall second round pick. Já, ég bara... Ótrúlegt að hann hefði droppað svona langt niður. Já, það var náttúrulega meiðslin sem að voru eitthvað... Fólk hræddu hnémeiðslin. Já, en ég heyrði að, þú veist, þessi aðgerð var fyrir 2 árum. Já, ok. Þannig ég veit ekki, já. Liðið alltaf hrætt við meiðsli, en ég fíla þetta, ég fíla líka bara Cardinals draftið frekar mikið, allavega fyrstu 2 pickið þeirra. Við vorum með Walter Nolan nr. 1 og Will Johnson 2. Já. Styrkivörnina er að fara hana mikið, ég var, þú veist, mér leist best á Walter Nolan af D-tackleunum, fyrir utan alltaf Mason Graham. Ég var leiður að sjá hann fara svona snemma, ég var að vonast eftir honum til Steelers, en ég er mjög sáttur með þann sem við fengum. Já, þetta voru stíluða draft hjá mér. Ég leið mér að klára bara, þetta er eiginlega sama uppáhaldspikk og stíl. Var ég búinn að segja Andrew McBooga? Ég talaði eitthvað hann áðan. Já. 64 ára til Eagles, þetta er bara geggjað safety. Hann minnir mig svolítið á Honey Badger, hvað heitir hann aftur? Tyrann Mathieu. Já, hann er svona lítill en ógeðslega Hvað varðu hann? Ég held að hann sé bara orðinn lélegur sko, ég meina hann er orðinn gamall. Hann fór til Saints, minnir mig. Og ég held að hann sé ennþá hjá Saints bara. Ég er ekki viss sko. Svo er ég líka með Caleb Johnson, þurfum ekki að segja meira, búinn að tala hann. Svo Cam Scaraboo, 4th round, 150 Giants. Mér finnst þetta skemmtilegt, pair hann upp með Tyrone Tracy, því að Devin Singletary getur eiginlega ekki neitt lengur. Mér finnst það meira svona gadget gæi, hann er ekki third down back. Nei. En hann er svakalegur power gæi sko. Hann er algjör... Ef mann er vant að 3 yarda þá er maður að senda hann inn. Hann er samt alveg third down back því hann er ógeðslega, hann er góður í passleiknum sko. Já. Þannig að... En hann er ekki bara, þú veist, hann er ekki það explosive, þú veist. Nei. Hann er ekki að fara að ná þessum stóru playum. Nei, kannski ekki. Það er það sem hann hafa í Tyrone Tracy, en annars eru þeir mjög svipaðir sko, Tyrone Tracy og Cam Scaraboo svona cirka. Svo er ég með Jalen Royals, 133 overall, 4th rounder til Chiefs, óþolandi að Chiefs fá hann. Þetta er svona hraður receiver. Þetta er svona, hann er low-key svipaður og þú veist, bara allir Kansas City receiverarnir. Þeir fíla sem hraða sko. Já, þú veist, þeir eru með Hollywood og Worthy. Hann er samt svona, hann er ekki alveg eins hraður og þeir. Þannig að hann er ekki alveg svona speedy, en hann er svona svipaður og kannski hvað heitir hann, Rice. Sem heitist... Hann var með 4.42, 40 yarda. Já, sem er samt alveg mjög hratt sko. Það er það sko. Hvað heitir hann sem að meiddist á seasoninu hjá Chiefs, eitthvað Rice held ég. Rashee Rice. Já, ekki? Jú. Hann er svo svipaður á hann finnst mér. Já. Og svo er ég með, nú er ég bara að fara í stíl á þetta draft sko. Þeir eru samt bara 4.
Þannig að ég er með marga með þér. Ég er með Mike Green, ég sagði við áðan, þú veist, við mokkuðum hann, þá mokkuðu hann allir eiginlega í svona, þú veist, bara mid first round. Já, top 20. Já, Ravens fá hann númer 59. Anna Píró fyrir ykkur. Nei, Pító barnaperri, sko. Já, ok. Annar Perri fyrir ykkur. Já, við skulum tala það seinna. Will Johnson, já, þú varst búinn að tala það, ég ætla ekki að segja meitt meira það. Svo þetta eiginlega eitt skemmtilegasta pickið. Tess Johnson, 7. rándi, 235. Vissu að hann 68 kíló. Já, hann pínlítill, hann er ekki það lágvaxinn, sko. Hann er 5'8". Er hann 5'8"? Hann er frekar lágvaxinn, hann er léttari en ég. En hann er ógeðslega góður. Já, hann var líka ekki alveg þar hraður, 40 tíminn hans var svo lélegur. Já. Þú veist með við stærðin hans. Já, fólk var að vonast til þess að 40 yarda tíminn hans væri betri heldur en hann var út af hann var svo lítill og léttur. Já. En tape don't lie, segi ég. Hann er alveg 5'10", sko. Er hann 5'10"? Já. En þú veist, ef þú horfið á tapeið hans, þá er hann nasty, sko. Já. Hann er svona Tank Dell týpa, bara alveg eins og Tank Dell. Hann hljóp 4'5". Já, sem er samt ekki hægt, sko, en nei. Meðan við þessa stærð þá voru menn að vonast til að vera hratt. Hann er 1/3 af þarna Florida feitagæðinum. Akkurat. Ég man ekki hvað hann heitir. Nei, ekki heldur. Var hann ekki undrafted? Ég held það, sko. Ok, ef við fara í versta pick. Veitu, ég er með eitt í viðbót. Það er jafnvel bara mesta stílið bara í draftinu. Það er Alec ég get ekki sagt það, Iominer. Númer 136, 4th round til Titans. Hann átti næstu 300 yarda á móti Travis Hunter í college. Já. Bara í einum leik. Það er massíft, sko. Travis Hunter er að fara second overall. Og þessi gaur átti geðveikan leik á móti honum og var bara með geðveikt season í fyrra og hitti fyrra. En hann var eitthvað þú veist, fyrir 2 árum eða eitthvað þá sleit hann eitthvað í hnénu, eitthvað tvisvar, eitthvað svona sleit eitthvað bæði eitthvað meniskus og bla bla bla, skilur við. Þannig að fólk teams eru svolítið hrædd við að drafta hann. En Ef við núna fyrir í versta, vilt þú ekki byrja? Ég er bara með einn. Byrja þú fyrst að þú ert með einn. Við getum verið með það sama. Byrja þú. En ef við erum með það sama? Byrja. Ok. Sko, ég er með 4. Ok. Ég setti James Pierce Jr. þarna. Sko, ekki kannski út af að hann er eitthvað lélegur, en bara hann fór 26 til Falcons. Já. Og Falcons treytuðu fyrsta rang pickinu sínu á næsta ári til þess að sækja hann. Þú veist, James Pierce Jr. er góður en þú þarft ekki að sækja hann og hann er með svo mikið spurningamerki, skilurðu? Já. Og þú þarft ekki að treyta næsta árs first pick fyrir James Pierce Jr. Þess vegna er hann í versta pickunum fyrir mér. Skilurðu rökin mína? Ég sé alveg hvað það minna, sko. En ég fíla James Pierce Jr. sko, en þetta er meira svona Falcons. Hann er svakalegt potential. Já, en mér finnst Falcons svolítið reacha að taka hann þarna, sko. Já, þeir gera það klálega. Mér finnst það vera alveg einhver heimskulega svona trade-up fyrir gaura, sko, en Já, ég veit hvað þú ert með, þess vegna viltu taka hann seinast, eða ekki? Já. Herra, ok. Ég er með Jackson Dart líka, númer 25 til Giants. Já, það var heimskulegt. Sko, ég myndi skilja að það myndi taka hérna Shedeur Sanders, en Giants... Hindsight, þá væri það heimskulegt, en ég hefði frekar skiljað það. Já. Mér finnst þetta svolítið skrítið, hann er bara svona næsti Daniel Jones, skilurðu. Giants sko er að gefa frá sér
34. pick í þessu drafti og svo 99. pick á þessu ári líka, third round og svo third round á næsta ári líka. Rosalega mikið til þess að færa sig fyrir Jackson Dart sko. Fyrir Jackson Dart. Hann er með legendary nafn fyrir QB en það er ekkert mikið meira þarna sko. Nei. Ég er ekki hrifinn af þessu picki. Nei. Það var tímabil þar sem ég var fílaðan fyrir Steelers en ég hefði aldrei verið sáttur með hann í fyrsta rándi sko. Nei. Sérstaklega ekki treyta upp fyrir hann. Já. Næsta hjá mér er mér finnst þetta arguably versta pick í draftinu. Tyler Shough, ég kann ekki segja þetta. 40 overall, second round, Shough. Já, 40 overall, second round til Saints. Þú veist, ég skil þetta ekki alveg sko. Ég skil það svona Þetta er second round pick og þú ert að fá 30 QB sem að hefur spilað svona 5 leiki í college síðan er alltaf meiddur. 26. Já, 26 ára í endársins. En já, ég er á sammála, það er heimskulegt pick, sérstaklega þegar þeir hefðu getað fengið Shitter. Eða bara, þú veist, þarna myndi ég alveg fíla Jackson Dart. Já. Ég var að búast því að Tyler Shough væri svona 4th round. Já, 4th, 5th round, allt í lagi. Second round pick fyrir þetta. Mér finnst hann ekkert betri heldur en til dæmis Will Howard, sko. Ok, hann er með, já, ég veit ekki. Ég veit ekki nógu mikið þá svona í comparison, þannig ég vil ekki segja neitt. Þeir eru báðir svona frekar stórir. Já, hann er með bodyin fyrir NFL, sko. Hann er 6'5" og er hraður og getur, þú veist, hann er með góðan arm. En hann er bara, hann er 25-26 ára. Hann er líka búinn að vera með svo rosalega mikla meiðsla, ef ég man rétt, kannski er ég bara að bulla. Kannski. Og svo seinasta hjá mér er Emeka Egbuka, 19 overall til Bucks. Mér finnst það skrítið pick, sko. Mér finnst það bara skrítið út til að fór til Bucks. Það er það sem ég er að segja. Já. Út af að, þú veist, þeir eru að fá eitthvað svona JSN gæja, hann er góður, don't get me wrong. Mér finnst hann hefði getið verið perfect fyrir eitthvað lið sem er ógeðslega góð nummer 1. Hann vantar einhvern nummer 2 gæja. Eða eitthvað sem er ekki með 2 mjög góða receivera. Út af að Bucks eru með, sko, Mike Evans, geðveikur, jú, hann er að vera gamall. Og Chris Godwin, mjög góður líka, hann reyndar fokkaði alveg illa upp á sér fætinum í fyrra. Þannig að maður veit ekkert alveg hvernig hann kemur tilbaka. Hann er svolítið oft meiddur, sko. En svo taka þeir líka í fyrra tóku þeir rookie sem að, ég man ekki hvað hann heitir núna. Ég held að hann er svona skinny, Jalen McMillan held ég. Já, ég veit ekki hvað. Sem er fínn. Ég skil ekki alveg að taka Egbuka þarna bara út af því líka að þeir vantar bara svo miklu meira heldur en receiver. Þú veist, Jahdae Barron fer 20 overall pikki seinna. Já. Af hverju taka þeir hann ekki þar eða þú veist, James Pierce Jr. Jabel, Jihad Campbell. Ég sá hann heldur ekki bara sem fyrsta round pick, sko. Emeka Egbuka? Já. Ég sá hann alveg sem late first round en ég sá hann sem svona early second, mid second round gæja, sko. En þá er komið að versta pickinu mínu. Það gleður mig að segja að versta picki mitt, ef við fáum trommuslátt er Dylan Gabriel. Heimskulegasta pick. Bara út af því sem hann gerði seinna og hvað hann var draftaður. Hann var draftaður í third round af Browns og síðan draftaður Shadur seinna í roundinu. Hann er núna með 5 QBs. Þeir eru með Deshaun Watson, Joe Flacco, Kenny Pickett, Dylan Gabriel og Shadur Sanders. Hver er að fara að vera startinn þeirra? Hver veit? Ætlar að hafa 10% af liðinu sínu sem QBs? Nei. Hvernig er þeir að fara að kötta? Ertu að spyrja mig? Ég er að spyrja þig. Hvernig eru þeir að fara að kötta af þessum 5 gaurum? Flest lið halda 3 QBs. Já. Þú veist, eru þeir að fara að kötta Joe Flacco?
ég get ekki sagt þér það, þeir eru allir bara á sama leveli, sko. Þeir eru allir bara svona Þeir eru ekki að fara lélegir starters í NFL. Þeir eru líklegast ekki að fara að cutta rookies. Nei, það er það sem ég er að pæla, sko. Þannig að það er eiginlega bara Deshaun, Joe Flacco og Kenny. Kenny Pickett, gamla geiti mín. Ég held að það er cutti Kenny Pickett. Ef ég ætti að gíska á eitthvað af þeim. Ég held að hann sé samt skarfsti QB-in af þeim öllum akkurat núna, sko. Þú veist, þeir eru bara, vilja ekki cutta, Deshaun af einhverju ástæðu. Bara peningar. Og eitthvað, ég veit það ekki. Ég held að, jú, það er annarkvæmst örugglega Flacco eða Kenny Pickett. Jafnvel Dillon Gabriel, sko. Og þeir voru að eyða third round pick í það. Þeir hefðu getað fengið svo mikið af góðum leikmönnum hana. Já. Í 3. roundinu. Já. Þetta var heimskulegasta pickið að mínum mati. Lang heimskulegasta. Þetta er mjög skrítið pick, sko. Já. Þeir náttúrulega eru bara ekki að búast við því að Shedeur muni falla svona rosalega langt. Nei, mér fannst ekki eins og Dillon Gabriel vera sko 5th round QB. Hann er svona í því range myndi ég að segja, sko. Mér fannst það vera kannski 6th eða 7th. Mér finnst þetta bara eins og með Tyler Shough. Tyler Shough er alltaf með eitthvað upside. Já, þú veist, I don't know. Já, mér finnst þetta mjög heimskulegt. Mjög svo. Erst þú með eitthvað fleira sem þú vilt minnast á? Ekki versta picki, nei. Ok. Ef við að tala Sjóvá núna. Já. Heyrðu, við sem sagt, eins og við segjum í senst þætti byrjuðum liðið okkar Jötna í ágúst á seinasta ári og vorum að klára fyrsta tímabilið okkar núna sem fór mjög vel, töpum 1 leik af 8. Var það ekki 8? Ég held það. Ég held að við unnum þá 7 leiki af 8 og unnum seinasta leikinn í gær fyrir 2 dögum þegar þetta kemur út og unnum þennan flotta bikar, sjóvarskáluna. Viltu sýna? Sýna þeim og ég fara alveg fyrir kamera? Já, ekki, sýna þeim aðeins betur. Hérna, ég veit ekki hvort þetta fókusar, sjóvarskál. Nei, þetta er í mannjúm fókus. Hann er fallegur, sko. Hann er svona rauður innan líka. Já. Þannig við erum mjög sáttir með þetta. Mjög glaðir. Fyrsta tímabil okkar búið. Við erum að fara að senda vonandi 2 leikmenn út núna eftir sumarið. Þannig ef fólk hefur áhuga að koma að prófa að æfa eða á börn sem hafa áhuga að koma að æfa þá endilega bara að koma til okkar í haust. Næsta tímabil verður mjög skemmtilegt og vonandi fer það jafnvel. Algjörlega. Þetta skapar líka, eins og segja, við erum að senda 2 leikmenn út, við fórum út, þú veist. Vorum fyrstu til. Já. Einn að spila núna úti í Maine. Já. Var að vinna fylkistitilinn þar. Já. Þú veist, þetta skapar svo mikla, þú veist, bara opportunities. Það eru svakalega tækifæri. Fyrir alla bara, þú veist. Ef þið geta eitthvað í þessu, þá getið þið fengið skólastyrk og farið út og jafnvel farið í háskóla og þú veist, einn daginn getið við verið að tala ykkur í draftprocessinu eða eitthvað. Svo það er ógeðslega skemmtilegt. Já, og þá getum við sagt að þú veist, við vorum að þjálfa þennan eða... Við náttúrulega munum taka allt kredit fyrir það, sko. Já. Nei, þetta er ógeðslega... Ég mæli mjög eindregið með. Við erum að reyna að þróa starfið hérna á Íslandi og náttúrulega með þessu komum fleiri aðdáendur sem er bara fínt fyrir podcast okkar. Akkurat. Þannig, já, bara takk fyrir okkur. Er eitthvað fleiri sem við viljum minnast á? Nei, held ég ekki, sko. Það var óvenju stutt, held ég. Fínt, stutt og laggott bara. Svo ætlum við að reyna að hafa einhvern þátt, kannski aðeins seinna í sumar, með bara svona predictions fyrir árunni og svona. Já. Þannig að það kemur virkilega smá pása núna. Það er svo lítið í gangi í NFL akkurat núna. Já, en ef það gerist eitthvað stórt, þá munum við kannski henda í annað fljótlega en ekki búast við neinu ófljótt. Nei. Svo kannski setjum við eitthvað skemmtilegan þátt sem er bara svona, við erum bara eitthvað að leika okkur að ranka einhverja stöður og eitthvað svona, og svona power rankings eða eitthvað. Endilega, þú veist, sendið á okkur að þið viljið sjá eitthvað ákveðið. Þú veist, við
erum að gera þetta fyrir ykkur líka, þannig að ef þið viljið eitthvað ákveðið, bara endilega sendið það á okkur. Ef þið viljið fá power rankings eða þú veist, wide receiver rankings eða ef við viljum... Við langar líka að minnast á það að við erum að gera þetta bara út af því okkur finnst ógeðslega gaman að tala NFL og Akkurat. viljum gera eitthvað með það sko. Svo getum við reynt að henda í einhverja leiki og þú veist, þannig að ef þið viljið, já, ég veit ekki. Það ætti að gera fullt með þetta sko, þá kemur kannski frekar meira inn á TikTok og Instagram. Þannig að sjá hjá okkur þar, Rauðningskastið. Já, endur að followa okkur þar, við munum vera vonandi að posta frekar reglulega, skemmtilegum vídeón, örugglega, kannski. Og já, bara takk fyrir okkur.